Dæmi eru að sömu einstaklingarnir hafi stýrt tæplega 50 fyrirtækjum í þrot á nokkura ára tímabili, jafnvel úr fangelsi. Í öllum tilfellum urðu þessir menn sem kallaðir eru útfararstjórar ábyrgðarmenn fyrirtækjanna skömmu fyrir formlegt gjaldþrot. Skattayfirvöld segjast lítið geta gert en svona fléttur tengjast æ fleiri málum sem snúa að skattsvikum. Skattrannsóknarstjóri segir að loka verði gati í lögum sem færist í aukana að menn nýti sér. Allt Íslandsmeistarana í gjaldþrotum hér rétt á eftir. En við byrjum á gjaldþrotum og skattsvikum. Helgi Seljan og Sigurður Jakobsson taka nú við. Það kunnara en frá þurfi að segja að gjaldþrotum fjölgaði mjög eftir hrun. Þannig urðu tæplega 750 fyrirtæki gjaldþrota árið 2008 en árið 2011 voru gjaldþrot fyrirtækja tvöfalt fleiri eða tæplega 1600. Líkt og þegar einstaklingar verða gjaldþrota geta gjaldþrot fyrirtækja haft áhrif á einstaklingana sem stýra þeim. Lánstraust viðkomandi og þar með möguleikar til þess að stofna nýtt fyrirtæki versna enda auðvelt fyrir fjármálastofnanir að fletta upp viðskiptasögu manna og þeirra fyrirtækja sem þeir hafa stýrt. Þess vegna getur skipt máli hver situr við stjórnvölinn þegar fyrirtæki fer í gjaldþrot. Auk þess getur verið freistandi fyrir stjórnendur fyrirsjáanlega gjaldþrota fyrirtækja að ná út úr þeim eignum eða fjármunum áður en til þrotsins kemur. Til að fela slíka gjörninga getur verið auðveldara að koma inn nýjum eigendum til að fela raunverulega stjórn félagsins. Kastljós hefur aflað sér upplýsinga 2 einstaklinga sem setið hafa við stjórnvölinn í tugum fyrirtækja þegar þau hafa orðið gjaldþrota á síðustu árum. Það sem gerist þá staðreynd athyglisverða að mennirnir komu einungis að stjórn fyrirtækjana stuttu áður en þau urðu gjaldþrota. Eftir því sem Kastljós kemst næst eru umræddir einstaklingar Íslandsmethafar í gjaldþrotum á svo stuttum tíma. Raunar mætti segja mennina Íslandsmethafa í gjaldþrotum án atrennu en það leið sjaldnast langur tími frá því að þeir tóku við fyrirtækjunum og þar til þau fóru á hausinn. Viðskiptasaga þeirra beggja afmarkast enda eingöngu af þessum fyrirtækjum. Annar mannanna í þjóðskrásaður búsettur í Noregi en hinn á Íslandi. Sá sem skráður til heimilis hér á landi hlaut dóm fyrir aðild að umfangsmiklu fíkniefnasmygli árið 2009 og sat tíma í fangelsi vegna þess. Frá því mitt ár 2009 og þar til nýlega settist maðurinn í stjórn rúmlega 40 fyrirtækja sem öll fóru stuttu síðar í þrot. Mörgum þeirra tók hann við og stýrði meðan hann sat í fangelsi. Þetta eru alls kyns fyrirtæki, eignarhaldsfélög, fyrirtæki í byggingariðnaði, veitingarekstri og þjónustu. Hinn maðurinn á samskonar sögu og oftar en ekki sátu þessir 2 menn saman í stjórn þessara fyrirtækja þegar þau rúlluðu. Öll voru fyrirtækin í raun farin á hausinn þegar mennirnir tóku við stjórn þeirra en í samtölum við skiptastjóra nokkura þessara félaga kom fram að engar viðskiptalegar forsendur lægju að baki aðkomu mannanna að félaginu. Þeir væru það sem kallað útfararstjórar, menn sem taka að sér að setjast í stjórn fyrirtækja og taka höggið af fallið þeirra. Slíkir gjörningar tengjast oft undanskotum á eignum eða sköttum og það virðist ekkert banna það að menn geti gert þetta oft og jafnvel endalaust. Hvers vegna geta einstaklingar tekið að sér að fara inn í stjórnir fyrirtækja sem augljóslega eru orðin og að verða gjaldþrota og leikið það jafnvel í fleiri tugi skipta? Þegar skipt stjórn í félögum þá kemur einfaldlega bara tilkynningum nýja stjórnarmeðlimi og þá einfaldlega farið yfir þær kennitölur sem þar koma fram og það skoðað hvort að viðkomandi sé gjaldþrota eða hafi hlotið dóm. Hafi það ekki gerst, þá getum við raunlega ekkert aðhast í því og heimilum viðkomandi aðilum að setjast í stjórn. Og þetta gerum við þrátt fyrir að fyrirliggja listi yfir að viðkomandi hafi stýrt tugum, kannski 100 fyrirtækja í þrot. Meðan hæfniskröfunar eru uppfylltar, þá getum við ekkert aðhast og þess vegna raunverulega gerist þetta að viðkomandi aðili getur setið í mörgum félögum sem fara sífellt í þrot. En hvers vegna gera menn þetta? Þegar svona á líftíma fyrirtækjana þegar þau eru að renna sitt endaskeið og menn þá ákveða að fara úr stjórn þá liggur þar á bakvið að viðkomandi vill ekki fylgja félaginu til enda. Hann vill losna áður en að gjaldþrot framkvæmt. Það svona eitt aðalatriði því að við gjaldþrotið þá
eru þeir sem sita í stjórn, þá verða þeir náttúrulega, eru þeir skráðir í opinber gögn og farin í lánstraust og það hefur raunverulega áhrif á framtíðar möguleika þessara aðila að fá lán og fyrirgreiðslu í bönkum og annað slíkt. Þetta held ég að sé svona ein stóra ástæðan fyrir að menn gera þetta. Það eru svona þó nokkur mál sem að bæði hafa verið til rannsóknar og eru til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra sem með einum öðrum hætti varða þetta. Þessir útfararstjórar þá sem við köllum svo séu með einhverjum hætti að taka yfir skuldbindingar félagana sem að eru þá yfirvofandi og ofta tíðum þá í millitíðinni búið að tæma félagið af eignum öðru sem að þar er. En síðan geta líka verið ýmis annars konar dæmi af ýmsum öðrum toga og til að mynda að ef að einstaklingur stofnar félag og fær vasknúmer og hann síðan gefur út reikninga, í sumum tilvikum geta þær verið algjörlega tilhæfulausir og hann þá í raun að selja þessa reikninga þeim sem nota hann síðan sem innskatt í sínum félagi og oft á tíðum, en þó ekki öllum tilvikum, getur þarna í millitíðinni áður en að félagið keyrt í þrot eða vasknúmer og lokað, einhver annar aðili búinn að taka yfir það félag. Og í sumum tilvikum eru þessir útfararstjórar einstaklinga sem einhverjum hætti eiga í fjárhagserfiðleikum einhverjum annars konar erfiðleikum og menn þá að notfæra sér það ástand þeirra og það getur verið að það sé bara í eitt skipti. Hefur það engar afleiðingar í sjálfu sér? Það kannski svona erfitt að fullyrða alveg það en að sjálfsögðu hefur það slæmar afleiðingar fyrir þá sem einstaklinga og raunverulega sem persónur inn í fjármálakerfinu. Því að það náttúrulega lítur ekki vel út þar að hafa stýrt öllum þessum félögum í þrot. Síðan fer það náttúrulega eftir hvernig félögin eru sem þeir eru að taka yfir. Hvort eitthvað hafi gerst í rekstrinum eftir að þeir hafi tekið við stjórninni. Hvort einhver ábyrgð sé þar sem þeir hafa raunverulega þá tekið yfir með störfi sínum sem stjórnendur. Þannig að það ekkert alveg skýrt hver ábyrgðin en allavega nafnið er nánast ónýtt hjá þessum mönnum og væntanlega það eitthvað sem þeir ganga að sem vísu þegar þeir taka að sér þessi störf. Það eitthvað tilfinning að þetta sé að einhverju leyti að aukast? Já, ef maður metur þetta kannski meir út frá tilfinningunni heldur en hafa verið gerð einhver könnun af því, þá ætla ég það. Og eins og ég sagði á, þetta orðið svona hluti af bara daglegum verkefnum hér að fást við þetta. Og svona ætla ég að nokkur leyti stærri hópur svona sem stundar þetta svo maður segja heldur en að áður var talið. Málum sem tengjast slíkum fléttum fjölgar stöðugt og raunar vonlaust að ná utanum þau öll. Ég allavega ætla það út frá þeim málum sem eru hér að þetta sé einhver galli og einhver hóla sem að þarf að fylla betur í heldur en núna er. Þar með einhverjum hætti að bregðast við stöðunni eins og hún er í dag. Og ég held að í raun allir séu sammála því að þetta sé eitthvað sem að með engum hætti ætti að líðast. Og svona þetta einhver leyti þetta ekki líð af því marki sem að unnt að fara í einstök mál. Meðan regluverki þannig að þá náttúrulega alltaf hætta á því að menn geti gert þetta. Ég meina þetta hægt, meðan þú ert ekki gjaldþrota eða hlotidóm. Lög hæfimanna til að stýra fyrirtækjum eru nokkuð rúm og þó talað sé að menn megi ekki hafa brotið lög á það einungis við lög sem snúa að rekstri fyrirtækja. Þannig virðast menn sem framið hafa alvarlega glæpi mega reka fyrirtæki, jafnvel meðan afplana dóma í fangelsi og gerast þar með innheimtuaðilar og greiðendur opinbera gjalda fyrir ríkissjóð. Það eru engar aðrar kröfur settar neina viðskiptasögu eða neitt? Nei, varðandi viðskiptasöguna þá engar kröfur það og það eitthvað sem þyrfti að koma inn í þetta. Því að það eru greinilega allt of margir þarna við stjórn sem valda ekki stjórnum fyrirtækja, það sjálfur hreinlega. Það má ekki gleyma því að þegar aðili sest í stjórn og í fyrirtæki að þá ef fyrirtæki í þannig rekstri og skráði þannig rekstur þá
þá þetta orðið innheimtumenn ríkissjóð. Þetta orðið samstarfsaðilar opinberra aðila innheimtu á vaski, staðgreiðslu, tryggingagjald og svo framvegis. Og ég held að megi alveg segja það að margir sem hafi valist í þessa stjórnun og eru við stjórn í dag að þessir aðilar, þeir uglast fengi ekki viðskipti við fjármálastofnanir en þeir eru með leyfi til að vera innheimtumenn ríkissjóðs.